Já, það held ég. Jæja, nú má segja með sanni, Danni, að það lengi vona einum. Við erum komin aftur úr pásu. Já, og pásan var aðeins lengri. Já, það ýmislegt búið að ganga á upp í fyrirtækinu sem við vorum hjá. Já, sem hýstu okkur. Sín EHF. Já. En við erum komin á, ég ætla að leyfa mér að segja, betri stað. Já. Það veður. Bar. Já, á Klappastíg. Á Klappastíg, við erum í kjallaranum, við sitjum hérna í horninu, það opið uppi, ég búin að vera að horfa á fólk koma hérna niður á klósettið, þannig að þetta svona lifandi. Þetta lifandi, það var einnig allir lífristegi að labba hérna niður á bað að pissa. Já, og ef við tökum pásu þá það að þið erum að fara að hjálpa þeirri mannesku að standu. There you go. En þetta ógeðslega gott að vera hérna, mér líður strax betur. Já, mér finnst þetta ég ætla að segja, bara svona til þess að fara rétt yfir, bara stikla á stóru, ég sakna þess ekki að vera á Suðurlandsbraut. Nei. Bæði vegna þess að ég datt í það á Suðurlandsbraut í gær. Okay. Þannig ég bara búið með þann skam. Ok, sko, hvar hægt að detti í það á Suðurlandsbraut? Þú byrjar Ólífa. Ólífa. Þetta ekki. Já, það þarna pizzastæður með einhver svona focaccia brauð sem að ég held eins og góðvinur okkar Raff Sandsson sagði mögulega frosibrauð. Já, það málið? Mögulega, ég veit það ekki. Nú að segja bara, ég taka mig fyrir að vara mögulega. En sko, þú veist að því að það ekki þetta, það þetta dett í það nokkru stöðum á Suðurlandsbraut. Þú getur dottið í það á Hilton, Aski. Svo getur líka dottið í það að þú fer aðeins niður í listahúsið á Suðurlandsbraut. Já, hinum einu yfir. Það staður sem heitir Indo eða Indio eða þú veist, þetta eitthvað svona ítalskur /indverskumatur. Það kombo bara því að það byrjar á og í eða þú veist. Já, heitir eitthvað Indo, ekki eins og Indokort. Pizza á nanbrauði. Heldur eitthvað Indo. Ok, ég ætla ekki að dissa það fyrir henni prófa það. Ég prófaði það og ég ætla að dissa það. Ok, þá þarf ég ekki að fara. Þú veist, að því sögðu bara, þú veist, skrítið. Já, ekki góðan hátt. Nei, þetta bara skrítið mix. En sko þetta smá körst húsnæði, það hefur einhvern veginn aldrei... Jói Fel náttúrulega bara svona tvívegis búin að fara á hausinn þarna. Já. Hann náttúrulega byrjaði að mata litla hraunni. Hann elskar að fara á hausinn nákvæmlega þarna. Og núna komin eitthvað nýtt. Já, en þetta var alltaf ekki næst. En ég fer þarna Suðurlandsbraut og ég raun og verið fór yfir Eistað. Ég fór á Ólífa. Já, hvernig var? Ég fekk mig grappa. Strax vinkomi. Og það svolítið svona... Ég baði að lækka lýsinguna leið. Tónlistin var í lagi, lýsingin yfir meðalagi. Ég sé fyrir mig þeir spark upp hurðinni. Og svo það var ógeðslega fyndið, ég var að hitta 2 gamla vinkonur. Og þannig ég fer þarna inn og sko nýkomin á vinnunni, bruna heim, skiptum föt, þeir beint út og á rafmagnsbílnum sem var alveg að fara að missa rafmagnið líka. Það er stress líka. Það gallið við þessar rafmagnsbíla? Já, ég bruna þarna og í svona örlitlu uppnámi nema það að við mig blasir leiðilabinn svona, ég vil segja 50 manna hópur af einhvers konar strákum á aldrinum svona 15-16 sem ekki reynilega í fótbolta og þarna voru æfingu þetta voru þjálfararnir, þetta var svona lokahófið þeirra þetta voru þjálfararnir að fara í mestu framfærir leysins og veita velun og ég hef aldrei heyrt ég mikið eftir að þeir standa upp og ég sagði við þjónuskonuna því að það þurftu að bíða alltaf lengi eftir mér símaðu með og ég segi bara, þið verðið að setja þessa pítsur inn í ofn bara svona mjög vel áður en að þessi 50 manna klefi að fara að sko að fá sinn mat pítsatilboð, afmælistilboð 20 pítsur. Það var útrúlega fyndið, svo ég hef aldrei hitt ég mikið að svona, þeir gáðu high five, svo kom bara high five og high five og það var svo, þeir voru svona fullkomið klapp. Það svo, sko, ég fæ alltaf smá stress í hjartað þegar að einhver ætlar að gefa fæfið mig. Fyrsta lagi hvort að maður hitti, þú veist, og öðru lagi hversu gott smell og við áttum mjög gott á það. Ég var mjög stoltur, ég horfði kringum mig alveg bara svona, heyrðu þetta? Það var enginn að fylgjast með eins og ég var að fylgjast með þessum herramönnum í íþróttafélaginu. Ég bjóst við bara að fagna sem ég ætla að gíska að þetta hafi verið þróttur. Eða, þetta var auðvitað þróttur. Segjum þróttur. Miðað við svona hverfið og stemninguna. Já, þá. En að því sögðu, þá þarna svo fór ég Hilton og drakk einhverjum nokkra bjóra þar, labbaði svo heim, fekk mér 2 bjóra viðbót og þú veist, og hér er ég.
Sko, núna eru við náttúrulega með heilt sumar að baki sem að þyrfti sennilega 5 klukkutími að fara yfir. En við þurfum að stikla kannski á því. Við stiklum á stóru og mál fyrir mig, við getum stiklum á stóru en svona áður en að við förum í gegnum það sko, þá getum við aldrei byrjað á sko okkar endurkomu sem að var sko, ég og þú vorum ekki búin að hittast, ég þá valla að tala saman nema svona einstaka hjarta á Instagram. Mér finnst það átt bara flott. Mér finnst það frábært og hittum svo fyrir tilvílum í Vestmannaeyjum. Já, það var hápunktur sumarsins, jafnvel, sko. Þarna vorum við í Vestmannaeyjum. Það var endurkoma. Sko, það var svo gaman, Svenni. Mér fannst svo gaman að sjá... Fannst þér ekki gott að hitta? Mér fannst geðveikt að hitta þig, eins og alltaf. Sömuleiðis. En sérstaklega náttúrulega þegar svo langt síðan á undan því. En líka, mér fannst svo gaman að sjá... Ég var í Eyjum, bara eitthvað að chilla, kærastu mín var í árgangsmóti. Fólk út á landi elskar að vera með reunions. Ekki bara landi, það bara stór höfuðborgarsvæði líka sko. Ég hef ekki farið í eitt reunion úr Garðaskóla. Ég hef búin að fara í sko allt og mörg reunion. Ok, þannig að kannski ætti ég endur orðið að segja Garðaskóli hatar að vera með reunion. Já. En ég líka hýrt um þetta á Akureyri. Sem ég samt alveg í lagi, því að þetta alveg bara, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir árgangi minn, 86 árgang í Hjallaskóla, en ég held að við þurfum að fara að slaufa þessu. Ég þarf ekki að hitta þetta fólk flónóton. Nei, sko, aftur. Það því ekkert. Þetta er yndislegt fólk, við ekki vænt þau. Já. Margir vinir mín þarna, en þú veist, ég þarf ekki að smóltökka einu svona ári. Já, ég meina Akureyri, þau hittast þarna bara... Þau hittast ekki alltaf. Nei, sko, 5 ára festið eitthvað. Já. Og þú veist, það er örugglega ógeðslega gaman, sko. En það er náttúrulega bara ákveðið reunion á götubarnum yfir höfuð. Já. Alltaf. Þannig að Já, og þau eru með þetta í Vestmannaeyjum. Þau kallar þetta árgangsmót. Já. En þetta var stórt árgangsmót. Þetta var ekki bara þau. Það voru hópar. Þetta eru 5 ára 5 ára á milli, sem sagt, árgangar með 5 ára á milli eru öll mætt til Vestmannaeyja. Þannig að ég var svona svolítið bara mættur sem +1 eitthvað að hangsa Vestmannaeyjum og þú veist, mjög kósí, en það er ekki til betri tilfinning en að vera einn á einhverju eyju opna síman, fara á Insta, ít á story hjá Sven og sjá Svenna í Herjólf. Sjá Herjólfinn. Þú bara á leiðinni. Galvaskur. Og ég var bara, yes! Bara, er Sven að koma? Óvænt fyrir mér. Og ég heyri þér, þú veist þetta ekkert sofinn. Nei, ég lendi frá New York, mæti, fyrir Herjólf, detti í það, var til 3 nóttina. Já, gera aðri betur. Hugsa sér. Sko, ég hitti bara beint á þig, förum að Brothers, förum að ég Guinness, svo ert þú að fara að borða á dill. Nei, Slippin segi ég. Og á meðan fór ég í árgangsmót, sem að, þú veist, vera maki í árgangsmóti. Já, og líka, má ég spyrja einu, það er líka, nú er smá, þú veist, það er aldursmunur á millikar. Já. Ég ætla ekki að segja töluverðir, en hann er. Hann er ábyrgur. Þannig að fara í árgangsmót líka, sko, eitt er að sé, þarna, nú er ég alvöru, þú veist, þetta gæti mögulega komið fyrir mig, að ég byrja að hitta einhvern herramann sem er 20 árum yngri og ég er bara mættur á árgangsmót með árgerð 2022. Já, eftir einhvern tíma, ekki núna. Ég er að tala um, eftir einhvern tíma. Mikilvægt. Nei, sko, ég var hérna gamli, með krökkunum. Nei, og sko það vandræðarlega er, þú veist, ég veit það ekki, þú veist, nú er ég hljómsveit og það voru... Þannig að hún er grúppja. Basically. Og það voru, þú veist, nokkri gaurar, þú veist, sem að hlusta á hana og svona. Þannig að, þú veist, þetta var orðið þannig að ég var ekki bara eldri, heldur var þetta orðið svona, hei, syngdu þetta lag, eitthvað, og þannig að þetta var það líka og ég að vera svona... Þannig að þú varst gamli kallinn í hljómsveitinni. Þetta er stereotýpa. Ég var bara í Greifunum. Já. Ég var í grafík. Þetta er Felix Bergsson í Greifunum. Já, ég var í grafík og mættur þarna. Og þau bara, hei, taktu stál og hnífur. Og ég bara, Varstu beðin um það? Það var spurt hvort ég vildi taka mitt lag, Bye Bye Honey eða eitthvað svona. Og ég bara eitthvað, nei. En þannig að það var líka svona ofan á hitt.
en svo líka bara svona engahúmórin, kennararnir, haha, mannstu þessum og þannig að ég var eiginlega að drepast. Og þú svona á sama aldri og kennararnir, allt í góðu. Ángríns, fór heim einum kennararnir. Er það? Nei, það hefur verið gaman. En svo, þú veist, og svo ég bara að heyra í þér. Það þoka yfir mér. Svo var ég að heyra í þér á fullu, bara eitthvað, hvernig ég á þér? Þú veist, mér langaði svo að fara að hitta. Já, því að þá var ég komið nóg á þessari matagerð á Slippnum, sem var frábær. Já, þú varst ánægð með hana. Já, þetta geggjað. Já, þetta er mjög gott. Og þetta var frábært og þarna fekk ég einhver svona hámeri sem ég tók 1 bita af og gæti ekki meir. Þorskhaus. Nei, við fórum í þetta nýjuréttapartí og þetta var bara ótrúlega gaman og frábært. En máli að ég byrja að blanda víni með. Og þegar ótrúlega satt að þá ég ekki það mikið svona matar cuisine típa. Þú veist, ég úðast í mig, svo vil ég fá bara annað glas, svo vil ég fara í síkó á einhverju tímapunkti. Við viljum bara hafa gaman. Já, þannig að lúan og eftir taktu getur oft verið bara svona svipað moment, ef ekki betra. En stemningin er sant, og stemningin var til staðar þarna. Seinasta sumarið. Og þetta var næst síðasta helgi líka. Þannig að það var alveg, þú veist, það var skítaflót og stemmari. En ég byrja að senda þig þegar svona matseilin hálfnaður, þá byrja að senda bara svona, jæja. Erum við ekki bara að fara að hittast og þarna fara aftur á bróðisbröðuri og fá okkur bjór. Það var gaman. Svo gerist það að ég fæ allt í einu sendingu, allt í einu kemur eitt þjóðnin og segir, Svenni, you have some fans. Wow. Og ég bara, what? 2 fennibranka fyrir mig og samfélkinguna sem hafa með mér. Þú varst með þarna pólitískri konu. Já. Og þarna og ég bara horfið í kringum mig og ég sé allt í hennu bara par þarna sem að lifta upp skoti og við bara mætum auga til auga og ég hugsa, hver þetta? Og ég bara þegar að hugsa, hver að senda mér og hvernig þekkið þau, í hvaða partí hefur verið á trúna með þeim, mögulega þetta fólk sem að ég hef mitt einhvern veginn hitt einhvers þeirri partí og þau hefur svona opnað hjarta sitt við mig. Gamalt trúnó? Gamalt trúnó. Hvernig vitaðu þau að þú fílaði Fernet? Gæti þetta verið gamalt hotboy. Fuckboy. Hot fuckboy. Yes. En hann var hérna í sambandi með kærustunni sinni, þannig ég var búin að útluga allt og ég gefst upp og ég lappa og ég hugsa, heyrði, ég ætla bara að lappa á borðinu og spyrja bara, takk fyrir fennibranka en hver eru þið? Já, eða bara svona. Heyrði, þá eru þetta bara diggi hlustundur okkar. Syndasela fólk. Já. Mætt á Slippinn, af hverju? Jú, þau heyrðu okkur tala það hér. Einmitt. Og fóru allar til Vestmannaeyja, takk fyrir Pent. Og hittu þig. Hittu mig fyrir tilviljun, ég nýbúin að hitta þig í raun fyrir tilviljun. Já. Við erum búin að tala um að endurvíkja þáttin aftur, ekki endurvíkja, koma úr pásu. Já, bara koma úr sumarfríi. Koma úr löngu sumarfríi. Já. Og þarna hvað gerist? Hitti þau, heyrðu þið, ég var með þeim til 3 nóttina. Já. Þau voru helviti skemmtileg. Já. Og sko við ekki bara vorum við að chilla með þeim, við fórum heim til einhvers með þeim. Fórum heim til eins sem á einhver hús þarna og hann sýndi okkur húsið og sýndi okkur mínibarinn og klósettið. Já, klósettið sem er eitthvað svona stólinn frá Fríðu frænku og bara þú veist, fengum the whole show. Fengum the grand whore. Og þar chilluðu það, en svo fórum við á Lundan. Lundin. Okkar bar. Ertu búin að heyra sögusagnir um það að sé svona vændis hóruhús á efri hæðinni? Já, þegar ég spyr svona hvar, þú veist, hverjar, þú veist, já. Nei, það er ekki sens að það sé satt, sko. Nei, en mér setja samt sem áður, sko, fyrir mér, þetta er Lundin að vera bæði vændishús, kasínó, svona hér, náttúrulega, og söpubar. Innismókur-ish. Já. Svalið. Þannig að ég, bara þú veist, ef við ætlum einhvern veginn að líklæsa þetta allt saman, Lundin. Ég var að heyra að Lundin væri að mala gull líka. Já. Að það gengi bara rosalega vel hjá Lundanum. Já. Og ég trúi því. Þetta er, þú veist, það fara allir þarna Vestmannaeyjum, þarna er sjóarinn, þarna er einhver að kaupa vændi mögulega. Já, þarna er allir flokkar í BVF, bæði handbolta og fótbolta. Já, og sjálfstæðis og framsókn. Já, það er ekki eitt kommunist þarna inni.
Nei, sennilega ekki, nema kannski og það ástæðan fyrir því að hann gengur vel nema kannski vændiskonan kýs kannski pírata en þú veist að þetta staður sem hefur allt, ég fór þetta líka á mjög líklegt já, ég fór þetta þjóðatíð og Þórhildur Sunna sé að stýra þessu ég fór líka á þjóðatíð og það var bara stappa fólk bara blekað að kaupa koktela sem eru svona risa pintuglasi, bláir með klökum fyrsta skipti sem ég fekk Blue Moon koktel það var á Lundanum það líka drikkur þetta sem heitir sjóari sem blár sko. Allavega þessi staður eitthvað annað Nei, Blue Moon fekk ég á þarna eins að kalda Já, hinum megin þá fekk ég mig steik og Blue Moon það var Blue Caracó eða þarna Já, Blue Caracó og Sprite Blue Caracó, vodka, sítróna Seta litin Blue Caracó, vodka og Sprite Já. Þetta bara eitthvað sem fólk getur gert heima eiginlega ekki sem fylgta klukkum svona mínum í maklan klukkum svona döngluðum svona 3 banana klaka svo fekk ég sítrún já, garnish það verður að vera sko. já, Blue Moon fallegu tótt líka, ljós, blokk ég man ekki hvað í sjóaranum á Lundanum, ég þarf að koma að staði en það einmitt eitthvað svona Mickey Finns blá það brjósviði það viðbjóður sko en við allavega endur þarna en svo var ég orðin, svo var ég byrjað að tala um einhverja konu þarna sem var að koma á organsmóti og ég fann bara því að ég var ekki með gleraugun mín þetta kvöld og ég fann bara hvernig ég var bara tilegri og tilegri og þannig það var leggja en ég endist í 3 mér finnst það bara mjög flott, lengur en ég og eiginlega ósofin þannig ég var eiginlega komin á sko sólarhring 2 án þess að nota einhvers konar örvandi efni sem að mér finnst aldrei flott ég veit það, ég er stemningsmaður það er það og mætti til Vestmannaeyja sem orka út af fyrir sig og sérstaklega þetta var líka það var sko það var svo fallegt veðrið þannig að innsiglingin fallegasta innsiglingi heimi en það sem að gerist líka að þegar svona gott veður út af þessu organsmóti þá var smá þjóðatíðastemning mikið af fólki þannig að þegar ég mæta Bróðs Brúri þá eitthvað svona árgangur ég ætla að segja árgangur 72 53 ára gammalt fólk það hefur verið 71, það var 5 ára milli 71, ég var næriði 54 ára gammalt fólk, slag í 60 sem var að taka bara Hey Kanína á sko Dada Disco hátalara á Dada Disco? Já. Wow, hann náttúrulega eigamaður okkar maður og tengdapappið minn en ég minni ekki mín að Dada Disco nefnilega sko að hann hangir á sko hann getur labbað svo hann með svona þú veist svona þarna svona rísa hátalara sem eins og bakpóki hann og reltur hann basically þannig sko, eins og þegar hann heima og svona þá lappar hann með rísastóran hátalara hvert sem hann fer þarna sem að hvað heitir þessi hátalara? Eitthvað svona soundbox já. Þegar soundboxi var þarna fyrir utan og hann mætir með þetta hvert einasta herbyggi blastandi músík það er stemmingsmaður þetta er stemningsból en öll þessi stemning hún daldi kyrriði mig upp algjörlega þannig að ég þurfti ekkert að leggja mig meira að því að planið var alltaf að fara að leggja mig og fara svo að borða en þetta var alltaf gaman í okkur við þurfum að hafa sérþátt einhvern tíma í Vestmannaeyjum fyrir Vestmannaeyja því ég búin að vera mjög mikið í Vestmannaeyjum í sumar ég geti farið yfir alla þessa staði og vera að rýna en þetta verður alltaf efrið hennar Lundanum og þetta þarf að vera helsta sem hóruhúsið á Lundanum hóruhæðin, háhá og þar getum við farið yfir þetta því annars fyrir allir þátturinn Sunna Pírati að stýra málum þannig hún kemur í við djók en að því sögði þá þarna ég já þetta samt eiginlega bara þú veist annars bara sumarum mitt búið að vera ekkert grálagslega ekki viðbreytt, ég er búin að vinna rosa mikið, ég er bara búin að vinna já en þá ertu mættu til Baltim og já sem alltaf brjálagslega mikið að gera ég var í Baltimore í síðustu viku og fór að steikhús, svona Old Grands bara gamla heri á styrum á styrum og þarna erum við að tala að sko að okkar maður sem á heri þú veist þetta hann mætti mér Heiðar Haukur Heiðar nei Þráinn Hákon whatever, allavega kemur hringið inn leðilega geti ekki verið með það lengur þegar við erum sko þetta smá fyrsti þátturinn okkar í raun þráttur þetta sé þáttur í nýju umhverfi sko, vegna þess að við erum ekki með hringinn nei. Ég veit
og það sem að gaf mér smá kraft þarna oft, það var sko, ég vissi að það var leigubílstjóri sem var alltaf að hlusta á okkur og gat alltaf stilt inn sem að töluðu oft það, sem voru að skutla okkur sko. Þannig að við erum að móta. Við erum, þetta er endurfæðing, þetta er Phoenix og líka bara til að mála myndina, eins og ég sagði, við erum hérna á veður, neðra hæðinni, það er alveg músík hérna uppi sko. og það heyrist alveg. Svo tók líka smá langa tíma fyrir að taka þetta upp, að setja upp allt. Já, þú veist svona að koma fyrir, þannig að ég drakk, já, fengum gesti, þannig að ég er búin að fá mig til því að drekka, þannig ég er líka smá í glasi. Já, eftir ólífupartíð en sko, ef að fólk heyri músík þá er það því að það er tónlist á efra hæðinni að því að bara til þess að við séum fullkomið gegnsæði þá er klukkan 4 á föstudags eftirmiðdegi. Þannig að hundsið músíkina, en það er líka bara stemming. Ég finnst það kósi. Ég er að fá mér nikka viski, ég ætla að fá mér eitt. Já, ég boði Raps Svanssonar og okkar besta mann og svo líka bara mun það gerast núna að það mun kannski heyrast tónlist en það mun kannski líka koma lífeyrisþegar frá klóstið. En ef að Svenni hverfur þá er hann að hjálpa einhver umgauðir að miða. Þú varstu komin hérna bara á séns uppi áðan þegar við fórum hérna á efri hæðina. Já. Þá varstu bara komin í einhver gamlan séns. Já, þar hitti ég gamlan fastakuna á Kaffi Ólafur. Já. Þegar ég var að vinna á Kaffi Ólafur árið 2005 þá var eitt fastakesti sem átti snirti fyrir verslun í bænum og fyrir mér var hann 100 ára þá, hann er svona 109 ára núna. Þú spurðir, hvað segir þú, hvernig hefur það? Já, hann er sko, ég var að reyna að segja ekki að hefði það. Nei, hann sagði, sko, já, þú varst svona ég var svona, ég er svona ætlaði bara svona hann öskra á okkur, vantar ykkur athyglisstráka? Já. Og ég og svo sagði ykkur, nei, og svona, ok, varst næs. Hvernig hefur það? Ég er lifandi. Já, að lýsa þessu fyrir ykkur, þá er þetta í raun og verið samkynniður Kristján Jóhannsson. Þú veist, þá er ég að tala sko í útliti. Óperusöngur. Nei, í útliti. Ég er að segja það, já. Hann er þarna vel klæddur, en þú veist, það er alveg farið að tellja árin, en situr þarna með eina rauðinsflösku fyrir sjálfa sig og byrjar að kalla vantar ykkur allir stráka. Já, hvernig hefur það? Ég lifi. Hann sko bara svona, minnst það svo heiðarlegt svar. Já, svona 4 krabbaminu setna. Já, bara ég er rétt svo lifandi. Þessi maður, hann var því að vinna Kaffi Ólafur árið 2005, ég og Goggi og Kalda og fleiri legend. Og við erum að vinna þarna og hann er að mætur hvernig meinasti og drakk hvítvin og læsti bara snirti yfir búðinni. Á meðan? Já. Bara setti lás, drakk kannski flösku af hvítvinni, opnaði svo búðun aftur og það var bara hans, þetta er bara vettlöns í orðsinspilsku, þú veist, það var ekki verið að fá sér, þú veist, steik og annað, það var bara, þú veist, hvítvinsflaska, pása, klukkutími, opna aftur. En svo náttúrulega gæti alveg gæst, hann kom líka eftir ennum á lokabúðinni og þá þú settist hann á þarna og á þessum tíma var sko fyrir þau sem ekki vita, þá var Kaffi Ólafur var svona aðal grand partybarinn. Þú veist, það var þetta að fara út að borða þarna. Þetta var svona Copacabana. Já, þetta var 2005 6-7 módel af bara þú veist bara party, þetta var mojito algjörlega út öll eyri og okkar maður í snirti veru versluninni og svo var hann orðinlega ágengin á mig. Þú veist, þannig er ég hann var það bara rétt áðan já, þannig er ég 19 ára og við hattum datt einhver og valla komin út úr valla eiginlega komin út úr skapnum sko. Hann hræðaði aftur inn já og sko var alltaf að bjóða mér hann átti einhverju íbúðin á Laugaveginum og alltaf að bjóða mér í heitapottin og alltaf hvernig ætlar eitthvað með heitapottin ég væri reyndar sjúklega til núna að fara í heitapottin hjá honum bara við tveir og getum tjekka á honum já líka þegar hann hefur enga getu til þess að sko ég held að við getum ráðið við hann já, ég hugsa það og ég hugsa alveg að maður hefði alveg getið gert það á stíma en þetta var en þá var svo þetta 19 enda þetta því að hann var sko komin einhvern veginn að náða hann í símanúmeri mitt og var bara að ringi, ég var í FB þannig og hann náði þú sér hann þig núna hérna bara ég veit það, mér er svo gaman að þetta sýni það að ég lít nákvæmlega út þú átt smá staði í hans hjart ég ástæði hjartans en málist, þetta er yndislegur maður hann var bara svona barking on the wrong dog smá drikkjukall kannski já og líka þú veist hann var að byrja að ringi mig og svona svaraður
Ég veist, ég sá bara eitthvað númer. Það var bara í FB á leiðinni, þú veist, þessi örfáu tímar sem ég mætti í FB. Þannig að hann náði mér þar. Það ótrúlegt. Já, en þá skammaði hann, sko. Þá man ég að, sko, Goggi á Kalda og fleiri, við tókum Goggi bara kom, Trooper, og segði bara ekki hringja aftur í Svenna. Að því sögðu, þessi gæi sem ég var að tala hann alveg, þú veist, hann meinti vel. Hann var bara veði á rangan hest. Ég hef alveg lent í típum, sko, þú veist, á djaminu og kannski eftirpartíum sem, þú veist, eru kannski svolítið ágengir og kannski smá, þú veist, það mætti segja creepy, en þú veist, á sama tíma eru þeir bara að láta reyna, þú veist, þeir eru bara að tjekka. Þeir skora sem þora. Svolítið þannig. Það er þannig. Og þú veist, þannig að því að ég er ekki til í það, þá hugsa maður, Ég hugsa oft, sko, ef ég væri með fettis fyrir eldri herramönnum eins og þessi fyrirhundi eigandi snirtivöru verslunar á Laugavegi, að þá hefði verið og væri rosa gaman hjá mér. Já. Þú veist, bara svona, ég er bara mitt fortei er bara að sofa hjá eldri og það er bara vel eldri mönnum. Það væri svo mikið að gera hjá þér. Þá væri ég bara stöðugt í og ég væri mögulega búin að gifta mig til fjár á heiðarlegan hátt. Og skilja. Tvívegis. Já. 50-50. Já, þú veist, eins og ég segi, maður hefur, maður hugsa, sko, vákvæmt eitthvað creepy, en svo er maður svona, heyrðu, maður er bara að reyna við mann. Þú veist, það má alveg, kannski annað að hringja í mentaskóla. Já, svo er kannski annað að hringja í, þú veist, því að þarna, sko, ég er ekki orðinn 20. Já, ég er að segja það. Ég tján, þú veist, ég Ég endaði einu svona fyrir ofan þarna bar 40 á hverju skutinni? Já, bar 46. Þá endaði ég nú með Sigga Popper svo góð. Það var alveg agalegt lið, sko. Það var eftir að setja heima í honum á efstu hæðinni fyrir ofan barinn. Og ég meina, þú veist, hann lét vaða. Hann var alltaf að láta unga herramenn fyrsta sig. Já, hann lét vaða á mig og bara svona, þú veist, maður bjóða þær í fyrst. Hann er hortað hendurna, hann sagði einhvern veginn við mig að því hann var alltaf að koma kjúpar, því ég var ekki að kjúpar í gamla dag. Það kom hann og hann sagði alltaf, fallegar hendur. Og horfði hann, sko, í staðan fyrir, þú veist, eins og sumir horfa á unguna eða sumir horfa á rass eða annað, bara hendur. Það var sko upp á það, sko, hvort það væri fyrstlegar hendur. Já, sko. Og þú, Dani, gæti verið með fyrstlega hendur. Ég er ekki með stórar hendur. Nei, en það eru svona petit og fallegar, þannig að þú gætir fyrstað vel. Þannig að hann hefur ekki vilja stóra fyrst hendi. Nei, þú vilt væntanlega svona, þú vilt ekki Bjarnaben krumlur. Nei, hann myndi ekki gera gott í fyrst heiminum. Nei. Nema það á einhver svona Berlínabangsa. Já, Berlínabangsa í Berlín. Sko, já, sko, hann bara, þú veist, lét vaða, reyndi, þú veist. Skora sem þóra. Ég sagði, nei takk. Og hann sagði bara flott skilur við. Og eftir á var ég eitthvað svona, þú veist, það er mikið creep. En svo var ég bara, heyrði, maðurinn var bara að reyna. Þú veist, má ekki reyna. Þú veist, spurja. Það er minnst að mega. Segi bara aftur, skora sem þóra. Þeir skora sem þóra, fiska sem róa. Fiska sem róa. There you go. Þú getur dorgað. Já. Mjögulega ekki bara ykkur. Það er alltaf að rýma. Dorga og borga. Þú getur dorgað eða borga. Þú varst að spyrja mig þarna hjónaskilnað. Já. Við vorum eitthvað, já. Heyrðu, skilnaðir. Það er skilnaðar alltaf. Núna kemur það. Núna er það að hellast yfir. Það gerist greinilega á sumrin. Sko haust. Já, en þá kannski skilnaðurinn að ganga svona alveg. Þá er verið að skrifa undir pappirana. Það kannski byrjar á vorin. Partíið er í maí. Já. Júní. Já, þá kikkar þetta almennilega inn. Þá er bara, nú erum við bara að taka pásu, nú er bara þú frá í viku. Sko, en má líka með skilnaðina að þú veist, já, það umræðan fyrir í gang í maí, skilnaðurinn fyrir af stað í júní, fólk er ekki byrjað að hösla annað fólk fyrir í september, október. Þá er það, þú veist, byrjað að líða þægilega með kannski mögulega búin að vera einhverju suppusleik og kalda. Já, mestalagi, en núna er það komið á smitten. Já. Og ég fekk að skoða smitten í gær hjá einum fráskildum. Einni fráskildri. Já, ég fekk að sjá gauran. KFK að skoða KK. Og markaðurinn eftir því, eða? Shit. Það eru svo margir hann inni. Hún var með 400 likes eða eitthvað svona. Já. Hún var á free trial, sko. Á Smitten Pro. Hún er ekki búin að gera upp í hugsin hvort hún ætla að ganga frá þessari greiðslu eða ekki. Nei, en hún var að sýna mér gaurana, sko. Og margir mjög flottir, sko. Já, ok. Þetta er alveg bara held ég fýtt vettvangur
að pikka upp menn já. Og svo eru sumir náttúrulega þú veist í ruglinu, skilur mig, eins og gengur að gerist eitt sem ég tók eftir þú veist, nú voru nokkri sem voru kannski skráðir 42 ára þú veist, lúkkuðu kannski fyrir að vera alveg svona 60 já, það náttúrulega eitt sem að þú veist, bara færi sopa bara. Já, ég fæk mér sopa vatni eins og ég væri bara í Silfri Egils að fara ræðum þetta þegar ég hef skoðun á þessu já. Og það sem ég hef skoðun á og það þarna ég sko, nú ég 39, ég að vera 40 eftir ár ég ætla bara að segja það núna, þú lítur betur út heldur en allir á smitten og ég get í raun að veru sagt það staðfærslega vitandi það að ég lít út fyrir að vera 32-3. Nei, án gríns og ekki bara út af klæðnaði nei, bara, þú veist, líka bara skincare is everything skincare og hár og ég náttúrulega hárlínu í lagi en máli að svo þetta líka sko að halda sér bara ungum og vera ferskur. Ég að horfa á nokkra vini mína sem sko mér gangi í gegnum hennan sko blús að vera að skilja núna, þú veist, að vera fertur, búin að vera í sambandi í 20 ár og nú bara koma að því að þetta samband sem var dautt kannski í byrjun bara algjörlega liðindu lok og nú á að fara að byrja nýjan kafla í sín lífi. Já. Fariði, ef hárlínan komin í fokk, fariði til Turkey. Láttu laga þetta. Það svo geggjað. Laga þetta. Já. Farðu og settu smá sprautu í þig. Það ekki það dýrt. Ef þú veist, ef allt byrjað að fara til fjandans, láttu aðeins slappu. Farðu til Ozempic eða bara fara þú veist eða bara fara að hreyfa náðu þér bara í þannig pakka fyrir sjálfa þig að þú ert ekki að vera fertur og lítur út fyrir að vera 62 ára gamall bókasafræðingur. Það allt og margir herramenn á mínum aldri og þegar ég segi allt og margir, ég að tala 90% af mönnum á mínum aldri líta út fyrir að vera max 15 árum eldri eða líta út. Og veistu það, ég tek ekki þátt í þessu. Nei. Og ég hik ekki við að skamma þess að vinna mína. Ekki meðvirkur með þessu. Ekki meðvirkur með þessu og ég hik ekki við að láta vita. Ég hik ekki við að láta vita og ég segi, það var einn vinur minn daginn sem ég ætla að kalla Rögnvaldur og ég sagði Rögnvaldur, sem hann heitir í raun. Nei, ég sagði þarna Rögnvaldur, ekki láta þetta eins og, þú veist, lífið þitt ekki, þetta líf sem þú átt ekki liðindulok. Nei. Nú þarf þetta að taka á því Rögnvaldur. Röggi minn. Og gera eitthvað í þessu. Sko, þetta samt alveg rétt. Þetta ekki erfitt í dag. Nei. Ok, segjum 1990. Já. Það var eina sem þú hafði var að fara út að hlaupa, lyfta lóðum og vona það besta. Já. En núna, ok, segjum að hárið fari í fokk. Ein fram og tilbaka ferð til með Einari Bárða sem sko hann Einar Bárða með sætaferðir. Já. Þú getur bara skráðið bara í ferð, bara hópferð. Já. Og vá, allir skallarnir í vélinni. Allir og líka heimferðin, ég held að það er skemmtileg. Fluffutan myndi að horfa yfir. Ég veit það. Svo held ég að heimferðin sé góða líka. Það var allir svona óbúslega rauðir. Og þá svona, svona litli svona, hvað heitir þetta, mauralappir svona upp. Vá, það er gefið. En sko, þú getur farið að nefið. En ég meina það hægt að gera eitthvað í þessu og það engin afsökun að líta ekki vel út í dag. Þú getur farið til Istanbul, ódýrt. Þú getur farið á TikTok, skrifið bara inn hair transplant, hair whatever, Turkey. Þið sjá, það fólk að taka upp bara vídeo, bara komið með mér. Addi bara Einari Bárða á Instagram eða Facebook eða hvað sem eða smitten ef hann þar. Addi hann á smitten. Og farið græði hár og svo getur þið farið heim og ef þið nenni ekki ræktina þá getur þið meira að sprauta einhverju eða farið einhverja erma aðgerð, hvað þetta heitir. Já, en svo hægt að fara einhver svona hópferðir og Úlfarsfell og hafa næstar. Sem náttúrulega, ég mæli mest með því náttúrulega. Já, og eitthvað svona ná smá lit í andlitið. En ég bara segja að sko, þú ert alveg búin að gefa svo það líka, sko, ef þú lappar inn á bar, bara með allri vinningu, bar eins og Kaldi, sem hérna beint á móti þar sem við sitjum. Óvinnur. Nei, ég held það, en ég hugsaði sér rígur. Ég hugsaði sér einhvers konar tölvupósta samskipti. Sjarmirandi að það sé bar á móti öðrum bar og það sé svona. Og það einhvers konar rígur. Fallegur rígur, segjum við. Fallegur. En að fara þangað á, þú veist, laugardagskvöldi, þú veist, ef það væri ekki, ef þessi herramenn var ekki með sixpensera. Já. Hvað með það líka? Ég var vin sem að misti hárið mjög ungur og hann var fyrstur til að fá sér sixpensera. Þú veist,
þetta er svo vont lúk, sko, sixpensera típurnar sem fara á kalda 35 ára og komnir í 50 í Burberry, hvað heitir þetta hérna? Burberry-jakkan eins og þau séu bara nýkomnir að bara einhverju veiði í Skotlandi sko, með sixpensaran hella kollvig, bumbuna úti að hitta Smith & Date. Þetta agalegt og hér í þessum töluorðum eldri borgari að lappa niður. Ég fengum eina niður á klóstið. En hún leit vel út þessi. Hún leit mjög vel út. Við vonum að tala ekki íslensku. Toppmálum, alltaf lagi. Já, ég er bara hrós. En sko, ég tek undir þetta með þannig faraldur, af því að líka ég sá að þetta gær. Smith, hún sýndi mér þessa gaura og var bara þessi maður er ekki 42 skiljum. Þannig að við búum bara í þannig heimi að það auðvelt að redda þessu. Já, og það er líka sko, það er þetta að fá sér sko happy moment sem eru gerlar til þess að losna við. Þannig að ef þið langar að hanga á hverfisbarnum dag eftir dag, þá getur þau fengið happy moment. Hverfisbarnum? Bara þú veist hvaða hverfisbar sem ég er. Já, ég held að þetta er gamla góða. Já, nei, bara hverfisbarnum þínum, bara local pub. Já, local, Arabar. Þá getur þau fengið happy moment. Þetta er einskið á dag. Þetta eru gerlar. Hvað er þetta? Þetta losar í raun og veru bara, þetta losar sörgerlar, þú veist, þetta bara tekur fituna og bara, þú veist, you wash away. Og einu sann, hvað heitir þetta? Happy Mammoth. Happy Mammoth. Við þurfum að fá spons. There you go. Við ætlum að byrja á þessu. Ég er á þessu. Ok, og bara eftir bara... Finnst þér, ég lítið vel út eða ekki. Þú getur glæsilega. There you go, Happy Mammoth. En ég er að taka ábyrgð. Já, ég er að segja það. Skilur þú hvað ég meina? Þetta er alltaf þín eigin ábyrgð og þú ákveður hvort þú gefst upp eða ekki og ég segi bara ekki gefast upp. Ekki dirfast. Ekki dirfast í einu sekund. Sérstaklega ekki að það er á smitten. Já, og sérstaklega það þarf að fara líka sko, af því að eitt er að gefast upp og vera í ómengju sem hjónabandi og búa einhverstur í Grafvogi og halda með fjölni. Og vera bara svona viku eftir viku alltaf að hitta fellow foreldra á einhverju íþróttamótum. Svo fer ég bara heim til konunar í þessu ómyggjusum sambandi og mögulega, þú veist, fær viðkomandi sér vændiskonu einu svona ári í einhverju viðskiptaferð. Svona leggst á konuna 2 ári eins og skjaldbaka, 2 pump, búið. Og þú veist, ég meina þá er allt í lagi að leyfa sér að vera ekki í lagi. En að þú ætlar að fara í þetta ferli sem við erum að kalla núna mæferlið. Það er sko skilnaður að borðhúshæng. Já. Og þú ætlar að fara þannig inn. Það byrja að byrta vel. Ég sé kannski aprílferli fyrir ykkar, svo kemur mæ. En það er alltaf að byrja að byrta. Það er algjörlega undir þér komið hvort að þú ætlir að láta vinkonu þína á smitten gera grína sér eða bara að taka ábyrgð á þessu og fara bara á allt þetta. Hári í græslu einari borða, Happy Mammoth gerlar, örlítil botox-sprauta, hreyfa þig eða botox eða, nei, hvað heitir það? Allt þetta, en ég meina, þú veist, þetta er bara undir þér komið hvort að þú ætlir, þegar þú skrifar svo undir þessa pappíra í september. Ég múið september, oktober síðasalegi. Já, líða fyrir jólum. Þú vilt vonandi klára þetta í september, skilnaðin. Já, til þess að geta oft haustfagnaðin eftir. Krakka, en þá viltu vera komin á þann stað að þegar þú kvittar undir að þú getur hort í speil og hugsað, vá, ég kom með nýtt hár, ég kom með nýja tennur, ég lít vel út, Happy Mammoth er að virka. Eina borða er bara spýdæjal hjá mér. Nú kem ég heimur. Nú kem ég heimur. Eða Smári, gott dæmi. Já, sem er. Búin að taka ábyrgð. Tók ábyrgð. Komin í hárlínu. Búin að fá svo Happy Mammoth. Já, ég meina, já. Og drekkur eins og skepna. Let's go. Og næsti gestur, jafnvel. Já. Heyri í honum. Já, ég sko, smitten er víst, sko, þetta er ekki auðlýsing, náttúrulega, en þú veist, þar eru bara allir á Íslandi. Já, er Tinder túristar á Tinder. T.O.T. Okay. Túristar á Tinder. Þannig að ef að þú ert að leita útlensku kjöti. Já, og það er ekki, það er sko þrennskonar atriði þar. Það eru bandaríska konur, kínverska konur og þýska lesbur. Já, þær eru sem er alltaf íslenska hestin. Það er ótrúlega nátt. Íslenski hestur er... ég get sagt það bara,
og svo náttúrulega þegar íslenski hesturinn fer út þá má hann ekki koma aftur en það ekki fleiri þjóðir í boði þá Tinder en flott fyrir það sem ég hef aldrei farið á Smitten sko. Nei, það fyrir því gays? Góð spurning, tjekkum á því, hringið inn aftur sjáðu þarna vantur nei, fólk hringir bara í okkur sko, þú veist, nokkru dögum eftir þáttinn, þá hringir það eða sendir skilabóð þá getur það tekið síman en þarna sumarið, mér langar að já, fyrir maður yfir tökum smá pásu og fyrir svo í sumarið okay. Þá eru komin aftur og eftir smá pásu á veður já. Hér líður okkur vel og neðri hæðinni, við komum að geggja að drikka á hann svangvíti svangvít gerðan svangvít sko, málum aðeins myndina sem sagt Símon og svangvít eru hjón já, þú veist ekki hjón, þau eru par já. Í mínu hjarta eru þau hjón þau eru svona það er hjónasvipur með þeim þau eru aðstönda kynlíf og þau eru ástfangin og eru par og reka bar saman og reka þennan bar eða eigan já. Og þetta er sko, við erum hérna ekki bara fyrir einhverja tilviljun skilur við erum hérna því að við fílum þau og við fílum hana bar sko, við erum hérna fyrst og fremst að því okkur vandaði stúdíu já, en við hefum getað verið hvað sem er í heiminu ég veit það en við viljum veður og líka því að sko, ég var að segja við þig áðan að það sem að einkennið aldrei Símon og svangviti er að það er væp yfir þeim sem ég hef alltaf aldrei séð á Íslandi. Nei. Og það er, þú veist, þau gætu átt einhvern bar í Berlín. Já. Í einhvers konar hverfi, þú veist, Krátsbergi eða hvaða hverfi sem þetta heitir. Já, bara eitthvað hipp. Eitthvað hipp og cool og flott hverfi, þar sem eitthvað par eiga bar saman og eru eftir því. Já. Eru líka mætt, þetta er ekki svona Íslendingurinn sem er að græða og vera með marga rekstra eitthvað blei, þetta er svona, það er hjarta þau eru hérna, þau vilja vera hérna, þau eru að gera geggjaðar hluti og þetta er svona hjartaðir í þessu, skilur mig, þetta er ekki veist hvað ég meina með Íslendingin sem svona, já, ég ætla að byrja þetta með sjoppu og ég ætla að græða á sjoppu. Já, ég ætla að selja SS-pilsur og hafa það næs. Ég ætla að græða á henni. Já, en þau eru hérna út af því að þetta eru, ég menn hérna var bara Símon og þegar við löpum hérna nýr, þá var Símon bara þetta gaffer-teipi yfir eitthvað, þannig að hann alveg að fara að mála og vonandi gerist það, en vonandi ekki heldur. Svo var hann að skúra þetta, en svo líka bara koktelarnir góðir og stemmingin. Það er 100% heiðarleiki yfir þessu og það er það sem vantar, vegna þess að oftar en ekki, þegar íslenski vertar opna veitingastað á Íslandi eða bar, þá er einhver svona rúmkeppni sem á að vera einhver svona þembi. Við getum nefnt bar eins og Monkeys, sem átt að vera einhver svona Peru / japansk matagerð. Það hefur ekki sést á þessum matselli from day one. Miami, Jesús minn. Miami, ég fór 2 sinnum inn á Miami. Já. Og það var eingöngu vegna þess að ég var að fara í eitthvað partí sem ég þurfti að mæti. Annars var ég með alveg svona að ég fer ekki að inn. Að því leið og að koma inn einhvern svona brjálæðislega stemning fyrir því að búa til einhver þema og sérstaklega búa til einhvers konar Versace þemapartí eins og sér það lappinn í 1984 veislu það sem að Versace er að fara að nauðga öllum herramönnum og smita það með alnæmi að þá verður stemningin eftir því. Spot on. Og það var stemningin á Miami og verður stemningin á mikið af þessum þemabörum sem að opna oftar en ekki á Íslandi. Og svona því meira og sko því aggressívera sem þemað er, því meira sem að það fyrir all in í þemað. Já, og sko áleika óheðlan hátt, sko, eitt væri ef þetta væri, ef að sko herramadurinn sem átti þarna í verslaunina hérna á Laugavegi sem ég var að tala um á, sem var að bjóða mér heitapottin, ef að hann myndi búa til bara leðurbar, þá væri það bara on brand fyrir hann. Ekki spurning. Algjörlega. Það, sko, ef þú ætlar að búa til einhver svona stemningu, það verður að vera einhver heiðarleiki. Þú getur ekki verið bara með einhver ljósari krullur og opna einhvern bar og hugsa, nú ætlum ég að búa til Miami. En sko, leðurbar á svona tíma líka er eitthvað sem að er til, sko. Já. Og það er þemi. Og það er þemi. En svo er sko til önnur þemu eins og mér finnst gott að ég með vera Dúfnahólar D10 staðurinn, Dúfnahólar 10, manstu? Sem að var
Þarna niður á Lækjartorgi, já. Og þarna var hann lifði þú veist, í raun og veru, hann var í nokkur ár miðað við, hvað þetta var hæðilegt já, að þetta var nefnilega hryllingur við labbarinn inn og það átti að vera svona svo eftirparti heim með einhverjum, það var rúm það var rúm þú veist, og maður var bara eitthvað hvað var, af hverju fyrir við ekki bara á Irishman pub eða veður Irishman, bara sem að gengur upp fáum okkur bara sæti og spjöllum en ef við horfum á sko Irishman til dæmis, þetta er par sem að þeir sko Irishman eru svo leikmynd algjörlega, í raun og veru, hann var bara strippað niður þessi staður Irish bar hann var kortir í að vera fókheldur og svo bara fara Arnar, Logi og Kó þeir fara út til New York og kaupa bara inn barinn ég ætla að fá hérna eitt bar tilbúð og þetta er smábarinn sem hafi verið búin til leikmynd fyrir eitthvað og mjög velhönnu leikmynd og mjög flott og þeir sem farið bara í bar IKEA en hvað gerist, þeir leifa sem ég held að sé ekki alveg lengur í boði þeir leiðu inn í smók eftir vakt og annað og hvað hefur það skilað? Það hefur skilað sér að þessi staður er í dag ekta ef ég myndi ekki vita betur og ég verið ferðamaður í Íslandi og ég myndi labba inn á Irishman sem er alveg in a way ákveðin þemabar já, írskur pub þú veist á Íslandi er þemabar í raun og veru ekki spurning ég myndi halda að þessi bar er búin að vera hérna í 40 ár út af við erum að tala þessi bar var sko 2019 eða 18 út af lyktinni út af þessum inni smók og þú veist, ég er sem sammálaður og svona ákveðin skítafíla af trúbóturunum mögulega, þú veist, sem að fara sumir ekki stund, ég veit ekki hann er búin að pissa á sig já, og ég hef líka pissað á mig þarna já, hver hefur ekki pissað á Irishman og Víkingur er búin að hangi ljósakrónu þarna algjörlega sem er bæðið út í Berlín og ég bara, þú veist, slaka til að heyra sögur sko, góðvinnur okkar beggja, Víkingur farið varlega í Berlín ekki koma heim í Kargó já, mér finnst það geggja motto í lífinu það er svo gott viðmið, bara fyrir ferðalag bara heim mamma sagði alltaf mamma hún sagði bara alltaf því ég var að fara í þessar brjáluðu fyllirisferðir sem að er þetta að tellja upp á svo marg bara 10 ferða í gegnum tíðina þá hringdi mamma eða sendi SMS og sagði ekki koma heim í Kargó og ég leiði eftir því, þannig ég krossa alveg línu upp að Kargó. Þú hefur oftast bara komið heim í 36E já, einhverju sæti bara svona eða nýlega kannski 2A stundum djöfull var gaman að fara í first class þannig daginn maður þegar þú varst að trýta mig í Toronto heyrði, Toronto, það var gaman líka það var svo fallegt ég lendi náttúrulega hliðin á vini pappa æskuvina mín það er ekki gott í 5 klukkutíma nei, en hann var sem ekki það tjætti þannig að þú alveg náður að svona létt spjall að því ég er svo meðvirkur og þú hefði bara farið að halda lofti fyrir hann bara Danni kom með mig til Toronto eins og mögulega þeir sem hafa fylgst með þætti 5 mánuðum áður að þeir að Danni fór með mér í ferð til Toronto og fyrir einhverju tilviljun að það var konan fyrsta frían, hún er að taka mannin sem með og þau eru foreldra æskuvina þín sem að þú veist ég misti skjössanlega samband við en ég var svo meðvirkur að því ég sá leið að því að ég held að þau sé ekki að hlusta hana þátt þannig ég ætla bara að leiða mér að tala nei, let's go sko hann virtist og held ég ekki sérstaklega skemmtilegu maður nei ég sá það bara leið ég þori ekki eins og segja hvað hann gerir en ég get sagt ykkur að það sem hann vinnur við er það sem allir leiðilegi menn vinnur sem er eitthvað svona hugbúnað fræðingur nálægt endurskoða tölvunarfræðingur, endurskoðandi heyrðu, allavega, skiptir ekki máli það sem að gerist er að hann flýgur út en máli, þeir eru vonað sem hún er indísleg hún er geggjuð og hún var það alltaf því að ég var krakki svo er smart en hann var alltaf svolítið talandi að halda sér hún talandi að halda ég vona að þessi kall viti en talandi að hann mætti gera betur þarna má hann rífa sig í gang þó að sé ekki bara til þess að virða konuna sína en hún heldur sér í formi, hann gerði betur en það sem að gerist er að ég er að vinna og þannig að ég fari ekki alveg fram úr sjálfum mér hérna og þá er ég svona að vinna og ég sé að það er að verða einhver svona samtala til og fyrst þú segi, já ok, Danni er bara eins og hann er geggjaður, þú veist hún er að taka manni sem með þannig að hann er bara eitthvað að heilsa svo er eitthvað svona að ég sé að það er svona að koma aðeins dýpri inn í þetta og þetta er sko aðurum fyrir mig loftið take off og ég hugsa, já nei þeir þekkjast þannig að eðlilega verið í forvitin rétt árum fyrir loftið þá sé ég að þeir eru að tala saman og ég hugsa shit þeir þekkjast og hann er ekki skemmtilegur sem maður og Danni er að fara að sitja í 5 tíma ég var svo stressaður en þessi herramaður var bara mjög fljótur að sitja á sig einhver eyrnadól og hann hafði mikið ná en þú fyrst til nokkra
Johnny Walker Black. Hann fór að sína mér Negronia sem hann hefur gert heima hjá sér. Já, ok, það endar allt í lagi. Nei, ég veit það, en mér fannst það bara svo cute, sko, þegar svona veiði félagarnir hans voru alltaf að keppast hver gerir besta Negroni. Þetta er bara svona, þú veist, og hann var svona að sína mig það og ég svona, já, og svo tók við, sko, ferð af okkur. Ég samt alveg óbærilegt. Að forðast hann í hótellobbyinu. Já. Þannig að það var ákveðin dans. Já, það var smá dans. Sérstaklega þegar við vorum á öðruvísi sólarhring. Já. Já, við vorum... En djöfull var gaman, já. Þetta var ógeðslega gaman og að vera í first class eitthvað annað, sko. Og núna... Sérstaklega first class með Sven, af því að þar færðu þjónustu. Þar færðu þjónustu upp á 10. Johnny Walker Black. En svo tók sumari við og sko, eins og ég segi... Hvað ertu búin að vera að gera þannig í sumar fyrir utan það að láta reka þig? Já, sko, það byrjaði með því, sko, ef ég fer eðans yfir þetta. Ég fór til Nashville að spila. Fórst til Nashville? Tókum gig í Nashville og hefur þið farið til Nashville, Sven? Nei, ég ekki búin að fá þarna í flugþangað. Og mér langar helst ekki að fara þangað. Farið þangað. Þetta er áhugavert. Ok. Þetta er jambær döðans. Já, ekki samt bara, þetta er bara ein jamgata sem heitir Broadway. Já, en svo er sko eitthvað austur hver íst, Nashville íst. Það er sko cool barirni. Ok. Og svo er þú veist Laugavegur, náttúrulega bara eins og Laugavegur hér og whatever, skilur við. Og það er bara mjög áhugavert eins og í stoppi fullkomið. Sko, ég er búin að heyra sko að því að það er þetta að fá 2 nótt að þarna, stopp. Svo er líka sumir fá bara 1 nótt og það er aðeins svo mikið. Þá bara lenda við, fara aðeins, tjekka og annað. En það er einn félag minn, hann sagði, það er nóg fyrir maður að fara aðeins einu sinni og þetta er smá eins og þessi aðalgata í Nashville. Hún er steikt. Er smá eins og gangandi þjóð. Þetta er bara einhver herramaður og kona á mögulega þeim aldrei sem að kona sem var labbaði hérna niður stíðan, ellilífeyrisstigi, í toppformi, en dauður hádegi. Já. Af einhvers svona ofdrykkju og já. Þannig þetta bara opið allar sólarhringina? Já, nei, sko þú veist þetta verður bara brútal, mjög mikið af live músík og svona coverböndum og margra hæða og svona, þetta er svona eins og svona Vegas, það er svona þannig skilt út allt og mjög mikil upplifun að ég fór bara einu sinni þangað í drikk. En svo var maður bara þessi hljóðfærabúðirnar og svo er Austurhverfi. Já, þetta er alltaf mekka fyrir það. Tónlistar. Og þetta er einhvers konar, þú veist, hann þarna í þessari leiðilegu hljómsveit íslensku Kalli og þú veist, hann býr þarna. Já, þeir hafa við þarna eitthvað og Kings of Leon og eitthvað svona. Já, Kings of Leon og eitthvað. Mér leiðist þetta allt nefnilega. Þetta er ekkert fyrir mig. Nei, algjörlega. En sko, borginni sem, hún er bara, það er rosalega gaman að vera það. Og þú veist, við vorum bara komnir fyrsta kvöldi og þá var bara strax eitthvað krú, bara eitthvað, öskurt og götu, svona djamstemming sama hvar þú ert. Ekki bara í þessari Broadway-götu sem er að. Því ég held að það geti mögulega verið eitthvað svona stemningin fyrir margt fólk sem er að fara þarna í tóta að fara bara þangað. Ég fæ spott frá þér þegar ég fara þarna. Þetta er aðal sko stekkjunar og gæsunar. Já, takk. Þetta er aðal sko stekkjunar og gæsunar. Já, þarna fæ ég ofnæmi lið. Já. En gaman að fara, ég var líka bara í 3 daga eða eitthvað. Þið voru að spila það? Við vorum að spila líka og það var mjög gaman og cool, sem sagt, öll venjunur. Ég bara helgaferð í Nashville, bara mælum við. Svo kíkti ég hans í Porto, það var kæróferð og það er kannski... Porto og Portugal. Já, Portugal. Ok, Porto. Ég segja þér. Já. Við fórum á Pastel de Nata námskeið. Pastel de Nata er svona lítill desert sem að fólk kaupir sem með kaffi. Já. Svona þú veist eitthvað, bakstursnámskeið, eitthvað stuð. Eitthvað það maður að gera, skilur við. Og þarna... Þetta var 1,5 tími sem við fórum þarna. Þið flög allaleg til Porto til þess að vara námskeið. Ekki til þess. Hún, sko kærastan, hún er svolítið svona plana eitthvað. Ok, já, hafa eitthvað fyrirstafni. Og ég er plana ekkert. Já. En ég mæti, skilur við. Ok, ég er smá ósammála, af því þú Toronto, þú varst mjög duglegur. Að borða, já. Já, að borða. Ég er að tala um, en að fara námskeið, en ok, já. Eitthvað sem tekist ekki því að borða að drekka. Ég hefði skallað þig ef þú hefði verið út í Toronto og sagt, Svenni, ég er búin að finna
pasta námskeið. Nei, þetta heitir pasta altenata, þeir sem viti. En það var mjög kósí námskeið. Okay. Bara, þú veist, það var líka að vera eitthvað að drekka þarna eitthvað stuð og whatever og kynnast einhverjum öðru fólki á námskeið. Okay. En nema hvað... Hvernig var meðalaldurinn? Hann hefur verið kannski svona 30. Ok. En næsta borð var svona 60. En nema hvað, að það var þarna ungstelpa að kenna þetta. Svo þarna förum við heim eftir námskeið og ég fer á Instagram. Hver ekki búinn að followa mig á Instagram? Kennarinn á námskeiði? Nei. Hann eða hún? Skiptir ekki máli. Hún. Og kærastan var ekki sátt. Skiljanlega. Þetta, sko, ef að, ok, hypothetically, ef það voru þannig að þú hefðir orðið hrifinn af kennarinnum, þá var þetta umulegasta gig sem að hún kærastinn sem hún bókaði bara hérna bókaði ferð til þess að Danni var ástfanginn af einhvers konar desertkennara einhver bakstuskennara En hvað, þið vinnum Instagram með það? Heyrðu, þarna, þú veist, já, ég var eitthvað fyrst þú bara beint, nei, ekki follow back Nei, ég sagði eitthvað, hei, þarna ég er svo saklaus Hélstu að hún væri bara að followa bara að þetta væri svona markalaus kennari sem að followa bara alla Nei, sko, að því að, þú veist, við spjöllum að segja eftir þetta frá Íslandi, típiska eitthvað, Íslandi og lalala og ég var, sko, ég er í alvörunni ógeðslega clueless, þú veist það Já og ég var bara eitthvað, já, ég meina kannski við ætlum bara eitthvað, þetta er ekki gott á Íslandi en það sem kærastan gerði er að hún followaði hana sem svona passive-aggressive Ok Flott síðan þá er bara búið að unfollowa rugla, sko en þetta gerði ferðina Þú veist, máttu náttúrulega segja það Já, ekki mín típa Svolítið, sko, snoppufríð en svolítið þykk Það er hvað að meina Ok Það er ekki fer Þannig að það var yfirþyngd Já, eða svona læra yfirþyngd þykk læri, sko okay. Veist, og þú veist hvernig ég er, skilur þú veist, ég meina Það er líka, sko, þú ert það petit það má ekkert meira mikið Ég er að segja það Þú er stærra Ég myndi kapna Já, það er það sem ég hugsa alltaf Einu sinni manni eftir að það var ein stelpa í smá yfirþyngd sæt yfirþyngd samt að reyna við þig og ég hugsaði ef það gæti orðið einhverju þessu það gæti orðið til þess að ég sé að fara að jarða morða gáleysi þú veist það er í Fossvoginum Daniel var góð drengur hann fó bara hann réðst ekki í garðin þar sem var legstur hann fór í sleik og réðst ekki í garðin þar sem var legstur og kapnaði og hvíl í friði þannig að ok, gott alltaf Portugal þannig að það gerði mína ferð það var gaman það var ógeðslega gaman og ég mæli með geggjaði matur og drikkur og fullkomin svona paraferð ég verð líka að segja það, ég talandi paraferð og þetta og það er bara að geta og það að hún hafi sko verið ég held að sé ekkert sko, það er ekki góð paraferð nema að sé örlítil aðbyrðis með þetta líka sem verður til þess að það kyndir einhvað upp já, smá tilfinning já, og einmitt að adda á móti bara hér ég miklu sætari já Nei, já, ég meina það stuð og smá flóðhiti þeir skora sem þóra og ég er ánægð með hana hún sem sagt, að fara til Porto í paraferði mjög gott borða og geta toppmál ok svo fór ég nýlega til Boston já, að spila það er mjög ferskt í minni ég var eiginlega bara að koma þannig og það var Boston er góð borg upp á sporgi mín já, svona með þeim í Bandaríkjunum spurði ég þig ekki eitthvað en sko það var eiginlega ekki tími til að gera raskat sko. þetta er sko þetta er Mekka Irish pubs já og þar er ég alltaf í bestum málum geðveikt sko góðu Guinness góðu dænerar ég ætla að henda strax í shoutout eður í Boston því að ég veit að það er mikið af flugfröðum og flugmönnum bara sem er að hlusta þannig að bara komdu mér áð Boston South Street Diner, það getur til 24/7 Diners yes. Já, við fórum eftir gig klukkan var bara miðnætti eða eitthvað og við vorum bara fóku bjór og borða sveittan diner mat ógeðslega næs þannig að, en sko gigið var gott vel sótt, ekki stuð og þannig að svo fórum við í þátt við vorum með viðtal í NBC The Peacock fyrirtækið sjálft þetta var það steiktasta sem ég farið í gegnum við fórum hana mættum bara þú og Kitty? Ég og Kitty fórum í viðtalið en þau komu öll með báðum með star presence Kitty sérstaklega ég þarf að senda þetta viðtal þetta var svo steikt sko Kitty sem er með þér í hljómsveitinni
Super Serious. Já, toppmaður. Hann þannig típa að hann lappar einhvers stað fram hjá manni og það svona gustar á hann. Hann fucking nettur, sko. Já, hann geggjaður, sko. Hann kom daginn, ég búin að fljúga hann út tvisvar núna eða eitthvað. Já. Ég held að það verið fyrir Kaupmannahöfn eitthvað, þá kemur hann í byrðingunni og hann lappar inn og ég fann bara svona star presence. Já, hint af hroka og svita samt snirtileika þetta og mér langar strax að klifra upp á þig. Algjörlega, og hann hefur þessi áhrif á konur, sko. Já, og bara alla. Þú veist, leið og hann situr ykkur stað og ef hann horfir á mig þá ég bara, ég vil sofa hjá þér. Algjörlega, og það ógeðslega cool, sko. Það engin tilviljun hjá honum, hvað sem hann gerir. Hann með hattinn og glerun og hárið og svona skeið og þetta svona allt eins og þetta sé svolítið hent stressatúra. Það er allt eins og þetta sé svolítið hent fram en svo bara, hann veit alveg hvernig að gera, hann flottur. Nema hvað, hann með mér í þessu viðtali. Við förum þarna NBC og þetta bara eins og í bíómynd, ángríns, nú er ég bara Íslendingur, bara eins og í bíómyndunum. Það var miljón skjáir og tölvur, eins og fólk bara eitthvað, finna nýjustu fréttina og fórum eitthvað allir á lágmarkslaunum. Ég spurði þarna eina gæluna, hvað ætli svona þáttastjórnandi sé að fá borga? Hún eitthvað, já, fer svolítið eftir, sko, en ef þú ert nafn þá kannski eitthvað, en ef þú veist, bara ef þú vilt þetta meira en þau vilja þig, þá ekki mikið. Þannig að þau vinna svolítið með egoið náttúrulega. Þetta er grænt. Eins og fjölmiðla fyrirtæki í Íslandi gera. Einmitt, ergo sín. En nema hvað að við förum á baksis og svo þetta er morgunþáttur, þetta hádegisþáttur, 2 gælur, ógeðslega hressar, svona hey, this is Good Morning America, og svo svona alveg live, bara eitthvað svona. Þetta var korter á undan. Já, þeir náttúrulega eru þar. Því annars að ég verið bara eitthvað release the Epstein files, en ég gat það ekki. Og við förum hérna og þær eru með hana þátt og það með svona prompter. Það sem að þú veist, textin kemur. Þetta er útvarp eða ekki? Þetta er sjónvarp. Varst þið sjónvarp? Ég var í NBC. Af hverju ertu ekki maður að láta mig vita þessu og get ég fengið klippa af þessu leið? Já. Og setja það inn og synda? Þú getur séð þess að klippa einhvers staðar. Ég er ekki búin að þóra að horfa sjálfur. Ég ætla að horfa. Já, endilega. Þetta náttúrulega var alveg djók, sko. Baksviss ánum fórum, þá vorum við bara eitthvað, hvað er svona típiska Íslands rungið sem við getum djókað með? Ok, hvalir, álfar og the Icelandic dating app. Ok, sem er sem sagt Íslendingabók. Já. og við, að því að við vorum eitthvað, hvernig getum við gert þetta bara eitthvað bull, skilur, svo þetta sé ekki bara eitthvað venjulegt spjall eitthvað. Og svo förum við og þær byrja bara eitthvað, oh my god, how does the Icelandic culture infuse in your music, bla bla. Þannig ég hefði stamað leið. Nei, ég bara eitthvað, Kitty? Bara strax. Og Kitty fór eitthvað að reyna að svara, þetta er besti Kitty. Og svo kom einhver önnur álíka spurning og eitthvað svona Icelandic myths, eða ég man ekki hvernig það komu. Og ég eitthvað, já, þú veist, náttúrulega álfarnir og svo náttúrulega, þú veist, erum við með þetta íslenska dating app, sko, sem við notum alltaf, þú veist, sem er búið að redda Kitta mjög oft, sko, fyrir hotna eitthvað. Já, eðlilega. Og það er eitthvað, oh my god, really, ok. Og svo kom eitthvað annað og það er einu sem ég man að hafa sagt það, svo kom í lokin, þá voru eitthvað, what's your handle, svona, þú veist, what's your at, á social media, what's your at, eitthvað, og ég eitthvað, oh yeah, og svo at super serious, og svo myndi ég ekki hvernig maður að segja undirstrik, eða þú veist, og ég eitthvað, sem er eitthvað svona lower mark, eða whatever, underscore, allavega, og ég eitthvað, og ég myndi það ekki, þannig ég segi, fuck, og svo sérst á mér að ég er svona, og ég horfi svona, og ég horfi á einhvern og ég bara strax bara eitthvað, ef að gera þetta aftur og þá eru þær byrjað að segja takk fyrir komuna og seinast það sem heyrist í þessu viðtali er ég eitthvað svona is it over or is it og svo klippast þetta bara það er skildu áhorf núna. Ég er að fara, ég er sem að taka leigubíl, ég er að fara í spilakvöld inn í Kópavogi. Þú ert að fara í kórahverfið. Ég ætla að taka leigubíl og ég þarf að horfa á leiðinni. Ég er með link en ég geti prófað að það er í stuðu NBC, Boston, bara super serious. Ok, bara get ekki byggð. Svo sko en og hvernig, og svo, ég meina hvað var þetta, þú veist, er þetta ekki svona, þú veist, að þetta eru svona þættir, að því að aðtilskáðu Bandaríkjamanna er, þetta er mjög
lítil og raun og veru bara, þú veist, áhörundur sínar. Þetta það er bara, þú veist, þú stóð bara 5 mínútur og það er bara kert út. Meira þess að 3 eða eitthvað og þú veist, það var ekki 1 millisekunda dauð, af því þær voru bara þetta er óbærilegt. Þetta er mjög erfitt en svo prompterinn þeirra, það stóð sko það er rókslega góðar í að umorða hvað stóð honum og svo stóð ógeðslega oft adlib það sem að þú veist, þær þurftu þá að fyll inn í sem að þær gerðu listalega vel sem er bara mjög flott sko það var ógeðslega próf sko svo fór ég og eitthvað, see you tonight eitthvað, og það er eitthvað og hittir það sko en svo var gaman, svo fengum við alls svona skilabóð á Instagram eitthvað, I just saw your segment on NBC fólk er að horfa þetta var örgulega stærsta við þessa ferð var þetta NBC segment sko. en svo var giggið kvöldi og það gekk bara vel og það var bara topp ferð sko. og það sem stendur upp úr matalega séð er dænerinn að sjálfsögðu fór á flottan írskan pub sem var heldur góður og svo það er samlokk á dænerinnum sem er til allstaðar sem heitir Rubens við höfum hana er þetta keðja? Þetta er ekki keðja þessi dæner hefur verið í bíómyndum sko. Hann hefur verið í Equalizer með Denzel Washington og alls konar þáttum uppáhaldsblökkumæður minn ángríns, flottur blökkumæður og svo einhverju þáttum líka en Rubens, eða í Bandaríkjunum einhver staðar á dænerum og sjáðu Ruben eða Rubens á menju þá er það samloka sem þið ætlaði að panta ykkur þetta er ógeðslega ég er að fara til Boston í næsta mánuði í alveg? Ég lakar svo til fyrir þínu og ég ætla líka að senda á þig eitthvað svona sniðuð sko. Ég er sem að líka detta alltaf í þeim kvöldu og fara þarna árið fyrir að sofa það er hvað ég meina að þetta er 24/7 að því ég nenni oft ekki þú veist að fara daginn eftir ef ég þú veist tek nokkur drikki fara þangað, fá mér eitthvað bacon fyrir svefn þarna var líka eldri kona more coffee sugar sem er bara Boston more coffee ég fór daginn á talandi dænir þegar þú smitaði mig þegar í Toronto þá náður að búa til smá svona fetti sem mér sem gladdi mér svo mikið sem þú smitaði mig þetta influencer það er svo dænirar og það er að því að sko Bandaríkin hafa ekkert margt sameiginlegt þú veist það eru fylkin í Bandaríkunum hafa ofta þetta er bara sirkur löndin átt en það sem þau hafa samt öll fylkin í Bandaríkjunum hafa samlegt eru dænir það er rétt og írskir pubbar þú fyrir svona ekki í Suðuríkjunum og Irish pub sko dænirar eru það sem að saminar þetta er eina held ég sem að saminar Bandaríkin eru dænirar á mörgu leiti held ég 100%. Og kannski svo bara svona lélegt lið en það er annar mál þannig að ég fekk þetta þennan svona brjálæslega áhuga og það er einn hot co-pilot, það eru nokkri hot co-pilots sem ég er búin að fljúga með það er einn hot co-pilot líka sem að tók mig með eftir við fórum út í New York tók mig með, við erum í Midtown á hótelinu þar, einhvers þar, ég má ekki segja nákvæmlega en við einhvers þar í Midtown erum hótel og það er rétt hjá, nú er ég komið til New York takk fyrir á Manhattan og þar dróð hann mig með á ógeðslega flottan og cool og þarna ef ég myndi fá 2 nótt eða bara fara til New York og myndi vilja fara þangað þetta er mexikansku dænir yes og hann var, þú veist, eina þegar við vorum að fara heim bara alls ekki neitt þannig það var ekkert einhver svona auka áriti það var engin einhver svona þarna í mariachi party eða hvað sem þetta heitir allt og þarna í, þú veist, þetta var bara cool dænir með taco og góð taco en með svona dænir væpi lítill, ekki það mikið stórt og ég hugsaði, næst ég kem til New York og á sko dag þarna og þarf ekki að vinna eða bara er að fara í frí þá verður til ég að sitja þetta í svona 4 klukkutíma og drekka bjór eftir ég er búin að fá mér taco fá mér bjóra, fá mér aftur taco eitt Corona einhver svona sól San Miguel eitthvað, hvað sem þetta heitir allt eða hvað sem þetta er það hljómar ógeðslega vel þannig að það er eitt dænir þú verður að senda mig á hvað hann heitir já, ég þarf að gera það og svo er ég að fara til Chicago núna eftir viku og þar er ég búin að finna dænir rétt á hótelinu þannig að ég ætla að senda líka með það Ertu búin að venjast þetta er skemmtilegt sko. Ég elska þetta Ertu búin að venjast eitthvað þjórfémenningunni í Bandaríkjunum við fyrir alltaf í keng þetta er bara 18% sko. Okay. Ég fyrir alltaf í keng og sko núna daginn þegar við erum í Boston ég er samt líka komin á það ég skrifa bara ég segi bara þú veist að þetta er það sem mér finnst svo leiðilegt er að eins og hérna á Íslandi það borgaði bara og það er ekkert meir ég bara borgar reikningin og ég lapp út ekki 7% söluskattur þannig að þetta er sko
þannig að þegar ég eru fullur á einhverjum bar í Bandaríkjunum þá bætist á einhver svona auka 3 til 5 mínútur sem ég að gera upp og það ég fæ einhver svona í tvíriti sem ég veit ekki alveg með að skrifa þetta rit eða þetta eða bæði svo er ég komið auga í punkt vegna ofdrykju og þá sem sagt þar ég að hugsa og ég núna bara komið ég skrifa bara einhverju tölu þið finna út úr þessu og svo oftar en ekki aldrei dreigð að mér ég bara það bara að á börum allavega já ég horfi ofta á bara, það ekki búið að draga að mér þannig að ég afhverju ætti að taka nákvæmlega, það gott move sko, ég fyrir alltaf ekki og Indó, þetta lifehack fyrir liði sem Indokort sumir barar í Bandaríkjunum eru búin að spotta Íslendinga og segja we're not gonna use the card with the smiley face why not? Og það var vitað það að Indokortin það fer ekki þjórfi að there you go, þannig að þú getur verið sleið þig og sagt ég ætla að gefa $500 það er sann svo ljótt sem hræðilegt, svo bara svona típa sem bara svona oh my god, ég er búin að borga húsaleiguna, svo bara Indó aldrei dreigað en þú veist, ef þetta spurningum $100 en svo finnst mér líka hvað að gefa þjórfi og hvað ekki, af því að þjónustan í Bandaríkjunum og það alveg góða punktur að fyrir ná þjónustan, ekki bara í Bandaríkjunum heldur bara yfir höfuð, bara í mörgum löndum orðin minimal þetta orðið þannig að þú ert að fara ég get fara á bar, eru sem þið fucking QR-kóðar og ef það QR-kóði það kemur að þú mátt alltaf segja nei þá bara no thanks þá er líka enginn að horfa í augun að þér og ég gef ekki, einhver gæi sem að dæla bjór mínum effort, komt á barinn komdu við borðið, geðu mig bjór þannig að ég ætla að segja að það er QR-kóði en líka þessi svo getur líka svo spjaldhölfur komna út allt, þannig að þú ert að fara á einhverju bar eða veitingstæði ég bara fyrir einhverju spjaldhölfu bara I'm at table 15 I'm gonna have this, bum bum, þannig að þetta smá eins og ég sé að fara bara á KFC í smárunum að fá mér að borða eðlilega ég ekki að gefa tips en það er líka svo auðvelt þegar þú ert ekki að horfa á manneskuna sko þú þegar maður að gefa þjórfé og svo það maður að sitja í þögninni með manneskunni eftir það og þá fer maður í king en það er líka issue finnst mér að vera hvenær maður gefið þjórfé eins og það er svo gæður á hótelinu við vorum í Boston á Colonnade gott hótel, þarna var íslenski fáninn komið fyrir utan það var band í bænum ég fara á þetta hótel, þetta er mjög næst gott hótel, ég fekk svítun sem bara óvart, ég var eitt ég fekk svona 2 herbyggi og svona baðherbyggi sem opnaðist svona með 2 hurðum eitt á hótelherbyggi var verið að bóka þetta hótel fyrir ykkur vá, hvað er flott þetta er sem eru stjörnur svo var það, NBC en sko, það var ógeðslega gaman var þetta NBC að bóka ykkur? Nei, það var eitthvað íslenskt það var Svanhildur Hólm og Logi Bergmann hún var ekki þessari nei, hefði átt að koma hún var með okkur í Nashville hún er rockari sem sagt, hvað heitir þetta sendiherra Íslands í Bandaríkjunum við fórum í karaoke Svanhildur Hólm er einn mesti rockari risa sjátt á hana ógeðslega skemmtileg og Loga og ég var að vinna þess með Loga í sumar í bylgjunni gott fólk þvílíku meistar sem Logi það eru ekki bæði ég þarf að næsta þætti við erum að minna á það ég ætla að fara í gegnum nokkra Logasögur já og í raun og veru næst þegar Logi Bergmann kemur bæði Logi og Hólmarinn Svanhildur Logi myndi koma í þáttin þá, þeir bæði myndi koma já, við erum góðu þetta er líka þetta er við fáum þau okkar fólk en þeir voru með ykkur í Nashville hún Svanhildur já og við fórum að karaoke maður og fórum að borða fórum í svona rockból fer stundum í rockból já, svona rock bara einhvern svona mætti Nashville maður já, við þurfum að fá hana og eða Loga saman eða að við fyrir saman til Washington og fáum bara spjall í sendiróbústað það er minnstast sem þau getur gert ég og Logi náðum mjög vel saman og eins og segi ekkert bullshit þar ekkert bullshit og í næsta þætti það kom að Logasögur því hann var og ég tilbúin að hlusta þess og ég veit nákvæmlega hvað þetta var að segja meistara taktarnir í honum ég ætla að segja bara svona tís fyrir hans að þátt út af því að hann verður tilengað að Loga Bergmann að Logi Bergmann held ég þú veist, tala kittasvegg þú veist, þetta er allt annars svegg þarna þetta er bara, þú mætir og þetta er reynslubolti sem veit nákvæmlega hvað hann syngur
og hann upp á 10. Þú finnur ekki örugari mann í sínu einskinni, sko. Þannig að þú veist, mér langar líka að klifra upp á hann. Já, og það væri klifur. Það væri klifur. Já, það væri klifur. Og svona reikinn á milli. Þegar Logi reikinn. Hann var alltaf að veipa inn í stúdíónu í bylgjunni. Skýt sama. Herru, cliffhanger. Cliffhanger, næsta hætti. Þá ég til í að fara út í hvað var að gerast á X-inu og í sín. Já, þegar þá ertu búin að fá borgað. Þá ég vonandi búin að fá seinasta launaseðilinn og get farið aðeins út í það. Þú er ekki alveg núna. Þannig að Svo ætla ég að fara yfir Guðskusstónleikana sem eru að hóa á morgun. Þú ert að fara á morgun á Guðskuss? Já, ég ætla að fara rétt líka á sama tíma yfir sko hvað að finna því ég fór á Birni tónleikum daginn. Birnir. Já. Það var unglingafestival. Það varst þú mættur á eins og ég í Vestmannum. Já. Og þannig að ég hlakka til að, það verður nóg að fara yfir. Og Logasögur og ég þá á leiðinni til Chicago. Hell yeah. Og verður með einum hot co-pilot. Ok. There you go. Og þá þurfum við aðeins að fá að checka á þínu einhverju. Ég langar að henda loka sjáta þetta á veður. Hvað heitir þessi koktel sem þú komið með handa okkur hérna? Þú ert með að skrifa það, ekki? Skrifa ekki niður. Nei. Ég fór svona ADHD kvíðakast. Ok, ég basa. Og fór eitthvað, ég veit það, og ég fór í notes og svo bara byrja svangvít að segja einhvað. Já. Og ég skrifa bara einhvað. En þetta sko, ég get sagt tequila. Býti, haldið ég spyrja hérna þetta tequila, passion fruit sorbet, nei passion fruit og kirsebæra sorbet vassmelónu sóda einhver svona sorbet, svo kemur hérna samt maður sjá hvað skrifa þetta ég elska að, þú veist, ég var með en bara, þú veist, ég ætla að dekóta þetta fyrir það var tequila ég veit ekki hvað samt þýr. Nei, ekki heldur. Það var lime, celery bitter, vassmelónu sóda og tahín. Allavega, þessi koktel heitir Mella eða eitthvað. Nei, hann heitir ekki Mella, hann heitir bara Hulilura. Hann heitir eitthvað og hann er mjög góður. Já. Og ég held að hann sé svolítið guggu-friendly. Hann er hvítinskonu-friendly og eins og ég segi alltaf, ef við hefðum ekki hvítinskonur á börum Reykjavíkur eða bara í börum heimsins. Eða hlustendur Syndasellas sem er einhvers konar lagarstarfsmenn þá í raun og veru einu sinni leigubílstjórar, ég held að þeir sem manni gefast upp á okkur við höfum ekki í beinni, þannig að þetta eru lagarstarfsmenn, hvítvískonur flugfreyjur, shoutout, Adda Sofía og rafvirkjar líka og iðnaðarmenn, þetta eru iðnaðarmanna þú veist, ég held að séu svona 2 iðnaðarmanna podcast, kannski 3 það eru við, hlaðfréttir og beint í bílinn. Ok, já. Þetta er svona bara, þú veist, iðnaðarmenn elskar hlusta. Svo einstakar flugfreyja. Einhvern tíðan höldum við partí á veður fyrir svona Syndarsela kvöld og þá allt í henni verða sko iðnaðarmenn þetta komnir í sleik við hvítinskerlingu. Já, og þú veist, og bjóðu líka nefndi tækniskóla hans. Já, náðum ungum. Já, náðum ungum, beintinn. En þarna ég að því segja þá bara hrikalega finnst mér gaman að vera komin aftur og ég ætla að klára eitt annað. Það er ótrúlega gaman að vera komin aftur og vera ekki í einhverju stúdíu á Suðurlandsbraut í flóðlýsingu. Í skítalýsingu sem sko þú kvartaðir alltaf réttanlega yfir. Og var aldrei lagað. Hérna erum við í huggulegri birtingu, í kjallaranum á veður. Það smá svona, en viðstu það, þetta fílaði, það er smá svona skvaldur fyrir ofan. Allt í góðu. Og þannig að þetta er svona heimilislegt og nú er ég búin að panta auka mikrofón. Og það er allt að gera. Þannig að við getum tekið gesti hérna. Og svo erum við líka, þannig ég klára þetta alveg, komin í kjör aðstöðu að því að vera á veður, taka mögulega upp stundum, svona sent, og fara beint út í nótt. Já. Bum. Wow. Bum. Þannig að veður er okkar nýju bar. Algjörlega. Já, svona prime, þetta er prime kostnæðaraðili. Já, hálflega. Herru, Syndarselir, næsta vika. Já. Við erum eftir að ákveða hvenær við ætlum að gefa þættina út. En það verður einhvern tímann. Skiptir engu máli. Nei. Guð bless ykkur. Yndislegt að vera komin aftur með þér, Sven. Mig, Danni minn. Love you. Bye. Love you. Bye.